Komið sæl, gott kvöld og verið velkomin að Rauðaborðinu í beina útsendingu hérna á Samstöðinni. Við erum búin að vera með beinar útsendingar frá því að stjórnarsamstarfinu var slitið til þess að reyna að ná svona deginum og hérna vettvangi dagsins inn í samræðuna. Og núna hefur hún bara gert ýmislegt í dag sem við getum rætt, en áður en að ég ræði við gesti mín hérna sem eru mættir í spjallið, þá ætla ég að segja ykkur örlítið frá þætti kvöldsins, því hann er alveg stútfullur, það er þetta fitja upp eða spinna þráð, fitja upp og bara prjóna held í heila lopapeysu á meðan að dagskrárliðirnir rúllast fram. Undir lokin heyrum við í oddvita sósíalista í Norðvesturkjördæmi Guðmundi Hrafni, sem spjallar við Sigurður Magnús Egilsson í svona oddvita spjalli sem hefur verið sett á lakirnar hérna rétt undir lok kosningabaráttunnar. Þar á undan er Radio Gaza á dagskrá, Gíja Sara Björnsson, Valgeir Skorri Vernharðsson, Hjálmtýr Heiðdal og Snæbjörn Brynjarsson kom og segja frá viðburðum sem eru svona öll í baráttu fyrir mannréttindum. Illu Jökulsson rithöfundur segir frá nýrri bók sinni. Benjamin Júlían segir frá verðlagseftirliti Alþýðusambandsins. Sigmar Vilhjálmsson, formaður atvinnufélagsins, segir frá skattaumhverfi smáfyrirtækja. Við höldum áfram að tala dálítið markvisst húsnæðismálin hérna. Ég ræddi við fulltrúa flokka eins og í gær með Ingva Ómari Sighvatssyni hjá Leigjendasamtökunum. Við eiginlega svona tökum frambjóðanduna í próf. Í dag koma þeir Jóhann Páll Jóhannsson, Grímur Grímsson, Ragnar Þór Ingólfsson og við förum svolítið svona djúpt í húsnæðiskrísuna. Þar undan ræða þau Haraldur Ólafsson hjá Heimssýn og Helga Vala Helgadóttir hjá Evrópuvaktinni ESB. Þá held ég að þetta sé upptalið og það er komið á okkur hérna. Hjá mér eru komnir góði gestir. Það er Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar, Karl Héðinn Kristjánsson, frambjóðandi sósíalista, Gísli Rafn Ólafsson, frambjóðandi Pírata og Mörður Árnason. Já, ég veit ekki hvaða hatta hann hefur nú ýmsa hatta, en hann er svona, þú ert frambjóðandi Samfylkingarinnar. Já, ég er frambjóðandi Samfylkingarinnar. Ég er í 21. sæti í Reykjavík söður og eftir mér í 22. sæti er Jóhanna Sigurðardóttir. Ég er stoltur af þessu. Þetta er flott. Og þannig að þetta eru svona fulltrúar flokka og þú tengist nú Vinstri græn með tengdist allavega hana áður. Ég kem beint þaðan í framkvæmdastjóra stól Landverndar. Já, einmitt. En hérna glöggir áhorfendur og áheyrendur kannski sjá að þetta eru kannski það sem þið eigið sameiginlegt er svona vakandi náttúruvernd og áhuga á loftslagsmálum í stóru samhengi og mér langaði svolítið til þess að ræða þetta debatt sjókvíaeldið, eitt af því sem mér langaði að ræða við ykkur. Það er nú ýmislegt sem við þurfum að ræða líka annað á stuttum tíma. Við höfum nú bara svona rétt rúman klukkutíma. En það var nefnilega í sjónvarpinu í gær, þá var verið að ræða við fulltrúað oddvitana í Norðvesturkjördæmi. Og það kom mann svolítið óvart hvað menn voru jákvæðir yfir bara langflestir voru mjög jákvæðir gagnvart sjókvíaeldinu og töldu að það hefði raunverulega bjargað Vestfjörðum eða byggð á Vestfjörðum og fulltrúi sósíalista Guðmundur Hrafn, hann einmitt var nú að halda því fram að það hefði kannski væri ekki alveg svo einfalt sko og fulltrúi Pírata Ugla Stefánía var líka að svona efast aðeins þessa glæstu mynd og þannig að og þau fengu kannski ekki alveg að svar, það var svona umræðan var alls ekki kláruð, þetta er eiginlega það stórt mál, þannig að mér langaði svona bara að byrja og spyrja ykkur, hérna, hafið þið sterkar skoðanir á þessu svona sem, persónulega og sem frambjóðendur og framkvæmdastjórar? Björg Eva, verði ekki? Þetta gefur náttúrulega dæmi bara hversu slæmt þetta er orðið út á landsbyggðinni, hvað er lítið að tækifærum í rauninni
Kvótinn hefur þjappað saman á örfáar hendur og byggðir bara hreinlega að leggjast af og það er lítið tækifæri. Þannig að fólk tilbúið í nánast hvað sem þeim vantar eitthvað. Þannig að þó að séu auðmenn að koma að utan sem eru að ganga inn í takmarkaðar náttúruauðlindir okkar, þá virðist fólk vera tilbúið í það til þess að fá bara einhverja atvinnu. Þetta er fyrst og fremst sorglegt og þetta er ekki sjálfbært til lengri tíma litið hvort sem er að tala um náttúruna eða byggðarstefnu eða atvinnumál á svæðinu. Það er einmitt eitt sem að gleymi svolítið í þessari umræðu að þau störf sem hafa skapast við þetta, þau eiga á mikilli hættu að hverfa með sjálfvirknivæðingunni og gervigreindinni. Það er bara þannig að hluta af störfunum sem að hafa skapast er að fólk situr í herbergi sem er ekkert mikið stærri en þetta kannski og er að horfa á skjái og gefa fiskunum að borða. Það sem að fólk átt að segja ekki á er að í hvert skipti sem að þau framkvæma einhverja gjöf er að gefa, þá er tölvukerfið á bakvið að fylgjast með myndbandinu sem að þau eru að horfa á og fylgjast með þeirra hegðun og þannig sjálfvirkni væða þetta. Það er eflaust ekki nema svona 1 ár í það að öll þessi störf verði horfin. Við erum að sjá þetta gerast út í Noregi þar sem að stýringin á því að gefa að borða er farin að vera bara 1 staður og 1 einstaklingur sem vaktar bara það að tölvan sé nú örugglega kveikt. Og þannig að jafnvel þó við horfum ekki á umhverfisþáttinn að þá er þessi glæsti iðnaður eins og hann var komið með hann sem lofvörð til að bjarga brothættum byggðum. Hann er að hverfa hvort þið er með sjálfvirknivæðingunni og það er eitthvað sem við þurfum bara átt okkur á og tækla. Þannig að ég held við séum flest hér sammála því að umhverfisþátturinn er mjög slæmur og bara hann réttlætir fyrir okkur allavega í Pírötum að við viljum banna opið sjókvíaeldi. En ef við horfum á þetta bara með byggða sjónarmiðinu, þá einmitt, þú nefndir þáttinn sem var í gær í sjónvarpinu, þar sagði oddviti Framsóknar að ef opið sjókvíaeldi væri bannað þá er þetta bara slökkt ljósin á Vestfjörðum. Þetta er mikið notað. Þetta er bara dramatíkin að allt fari fjandans til ef að við reynum að horfa á umhverfið, ef við reynum að horfa á jafnvel byggðirnar sjálfar og störfin. Og þetta er ekkert einstæmið sjókvíaeldi. Við erum að sjá þetta líka með stóriðina sem var lofað og komið með á Austfirði og aðra staði. Það er alltaf verið að lofa einhverju sem síðan smátt og smátt hverfur eða jafnvel lokar bara sjálfstæðum af því þetta er ekki lengur orðið Sáu þið bíómyndina? Þú hefði séð hana. Stóriðnaðurinn er bara svo frekur. Hvað heitir bíómyndin aftur? Og það er allt á forsendum hans og myndin Árnar Þagna var einmitt mjög gott dæmi ekki er það nú bara það að þessi stóriðnaður hann sé umhverfi skaðlegur og stórhættulegur í lengdina, heldur náttúrulega ryður hann líka burtu öðru eins og stóriðnaður er vanur að gera og í myndinni Árnar Þagna þar sést nú hvernig önnur atvinna hefur farið bara fjandans til og það hafa byggðir sitja eftir, ég veit ekki hvort það búið að slökkva ljósin en það er allavega staðan að það er mjög slæmt ástand hjá þeim sem að unnu við annað og minna sem var þá bara laxveiðar á miklu stærra svæði og þær þögnuðu sem sagt 33 ár voru bara lokaðar alveg af því að það er ekki lengur fiskur og áhrifin það var verið að sýna þau í þessari mynd og þess vegna var svo sláandi að sjá umræðunar á eftir við stjórnmálamennina sem að gátu náttúrulega ekkit annað en viðurkennt það. Þetta væri bara mjög slæmt. En samt sem áður þá var einhvern veginn ekki hægt að segja bara hingað og ekki lengra vegna þess að það er líka verið að við erum bara hársbreitt frá því að það verði leyft sjókvíaeldi í Seyðisfirði sem enginn hefur beðið nema tengiliðir við þá sem að eiga þetta. Íbúar hafa náttúrulega mótmælt harðlega. 75% hafa mótmælt harðlega og hvernig er þá hægt að segja að það sé verið að gera þetta til þess að einhver ljós verði ekki slökkt á litlum stað.
þetta ekki þannig. Þetta sýnir eiginlega sko náttúruverndarbaráttu eins og hún á rosalega mörgum sviðum. Það sagt að það sé verið að gera eitthvað fyrir heimað fólk og byggðir og atvinnutækifæri, svo bara raunin allt önnur og þetta ekki bara í fiskeldinu. Alls ekki. En þetta var samt svona einmitt sláandi að ég sá á Facebook viðtal við konu, norska konu sem var að biðja fólk að segja Íslendingar hlustiði á okkar raunasögu frá Noregi, bara biði ykkur í Guðsbænum að ekki að vaða út í þessa villu að taka bara blinda móti þessum stórfyrirtækjum sem lofa gulli og grænum skógum og svo bara strax og eftir sá maður þessa umræðu þar sem var einhver svona eins og gamaldags byggða stefnu loforð þar sem maður eiginlega auðvitað erfitt að segja sko þetta þá bara eins og meira sem við Guðmund Hrafn sem nú bara uppalinn á Ströndum það var einhver þarna sem sagði við hann já þú hefur nú greinilega bara aldrei komið til Vestfjarða og svona látið eins og hann væri bara einhver svona miðbæjarotta sem væri með þessar kenningar. Já, við þekkjum þetta auðvitað. Og mörg af þessum verkefnum af þessum prósektum eru þannig að þau stilla sem sé landsbyggðin upp á móti höfuðborgarsvæðinu og þó að okkur finnst ekki mikið til það hér á höfuðborgarsvæðinu að þá þetta mjög vinsælt eða þetta fellur vel í kramið út á landi af því að landsbyggðamönnum sem svolítið skrítið hugtak að það stillir sem sé fólk í Trékyllisvík upp á sama stað og fólki á Akureyri himinn og hafið þetta á milli en þeim sko líður mörgum einhverju minnimáttar einhverjum svona minnihluta sem að séu ofsóttur og kvalinn af undir Reykjavíkur valdinu eitthvað þínlíkt. Sjáum þetta við hvalveiðarnar líka? Já, hvalveiðarnar enn þetta með miklu meiri stöðning mun meiri stöðningu við þær út á landsbyggðinni sem sé, Akureyri og Trékyllisvík en á höfuðborgarsvæðinu. Það sem að náttúrulega hér svolítið svona undarlegt við sjókvíeldið af því að það annað en fiskeldi sem séu, með mun á það og það öðruvísi þetta að við höfum dæmi fyrir okkur sem verið að rekja hérna, við höfum Noreg fyrir okkur. Ég var horfði nú ekki á þetta norðvestur dæmi og eftir þess að myndina ég hef lesið bók sem var þýdd á íslensku fyrir nokkrum árum sem Magnús Þór Hafsteinsson af öllum mönnum þýddi og gerði nokkuð vel og var norskur blaðamaður sem bara fjallaði þessu sögu sjókvíeldisins í Noregi og ána og pólitíkina í Noregi og ég var nú ekki mjög ánægður því að verkamannaflokkur í Noregi systurflokkur okkar í Samfylkingunni hann kom nú ekki vel út af þessu hann auðvitað til dæmis mjög stór í Norður-Noregi einhver stærsti flokkurinn í Norður-Noregi og hefur töluvert tök í byggðunum og hann lét undan þessum kröfum og fór illa ráðu sínu ber töluverða sök á þessu kannski ekki meira en aðrir en þá fóru töðan á mér hvað hann gerði það og ég vona að það verði ekki eins hér en mér kemur ekkert á óvart þetta á Norðvesturlandi þar bara standa menn upp og vilja bara hafa sína vinnu. En það mjög einkennilegt núna að það skuli nokkur tala fyrir því að fara í fleiri firði eins og ástandið í þessu. Það fyrir hugað alveg mikil útvíkun á þessu og það alveg greiðlega sorglegt að fólk sjá ekki neina önnur tækifæri á borðið einhvern veginn og mikilvægt í þessu samhengi held ég sé að tala við nærsamfélögin, hvað vilja þau? Á Seyðisfirði myndu örugglega að fá bara hart nei, þú veist, fólk alveg alfarið gegn þessu en það kannski önnur raun fyrir norðvestan en til lengri tíma þá verðum við að, held ég, uppstokka kvótakerfinu einhvern veginn endurheimta kvótan í hendur þjóðarinnar og byggðana svo að séu tækifæri fyrir fólk að þau séu ekki svona nauðbeygð og hreinlega kúuð í það að samþykja hvað sem þó það sé svona svívirðilegt eins og sjókvíaeldið bæði varðandi náttúruna og bara misskiptinguna sem í þessu. Þetta eru takmarkaðar auðlindir og þessuna líka að skapa svona gríðarlegur hagnaður eins og gerist í Noregi sömuleiðis. En það komu sko norskir aðilar hérna upp hingað fyrir 10 árum síðan og sá bara þetta bara kerfi sem var ekkert eftirlit, ekkert engin almennileg umgjörð og þeir bara sögðu bara hér bara vilda vestrið. Þeir hafa komið áður út af öðrum atvinnuvegum. En það sem ég gleymast rosalega oft í þessari umræðu, það sko það að ef við leifum þess að viðgangast,
þá erum við að ganga af íslenska laxastofninum, þessum Atlantshafsstofni af villtu lax, við erum að ganga honum döð. Við erum þegar farin að sjá alltaf 11% erfðablöndun í sumum á og það eru tæplega 3000 býli á landinu sem að fá tekjur af laxveiðum. Og ég veit ekki neina bændur sem eru að græða rosalega mikið og allt sé frábært, heldur akkurat öfugt þegar maður tala við bændur, þá eru flestir þeirra að vinna tvöfaldar vinnur og ýmislegt til þess að geta rekið sín býli. Ætlum við að láta gerast það sama við sást þarna í myndinni Árna þagna, þar sem að heilu sveitafélögin, heilu héröðin voru að alltaf stöðvast, enga laxveiðar, enga tekjur, af því að það er engin lax að koma og ætlum við að leyfa þess að viðgangast hérna. Norska konan sem var þarna í myndinni sagði mjög einfalt við okkur. Lærið af okkar mistökum. Þið eruð ennþá 10 árum undan. Lærið áður en að þið eru búin að eyðileggja árnar ykkar. Þetta var mjög sláandi mynd og það var líka talað við Íslendinga í þessari mynd í Vopnafirði og víðar þar sem að sér þetta alveg hvernig þetta er að koma alveg á sama hátt og í Noregi. Ég meina þekki ég mitt einn þann sem að sér Laxá í Aðaldal og það var mitt mjög svona sláandi það sem hann var að segja. Þetta er búið að vera það að sinna ánni og sinna þeim sem vilja veiða í ánni er búið að ganga í 7 ætliði. En eins og hann bent á það, hans draumur er að börnin hans geti tekið við sem næsti ætliður. En það er ekki að gerast. Nú sparkar það svolítið í rassinn á laxveiði bændum eða laxveiði iðnaðinum í raun og veru að hann hefur farið hér fram svolítið í skugg, svona bara eins og út af fyrir sig. Það er til dæmis ekki innheimtu virðisaukaskattur á laxveiðum og tekjur af laxveiðum eru svona mál sem að menn tala svona í hálfum ljóðum og hafa gert í áratugi. Svo búið að selja daldið af ám? Já, ég segi það. Það hefur svolítið svona barátta laxveiðimanna og laxveiði bænda og laxveiði iðnaðarins eða hvað það var að kalla það. Hún hefur svona veiklast svolítið af þessum sökum. Ég tek undir þetta. Laxastofnarnir eru bara einfallega ein af auðlindum þjóðarinnar og það að eyðileggja þá verðum við sem sé að ganga á þessar auðlindir og ekki bara í efnahagslegu tilliti, heldur líka í umhverfislegu. Við erum varðveislu, við erum verðir þessara auðlinda fyrir hönd mannkyns, að því að náttúruauðlindir eru í raun og veru ekki í eigu en á ábyrgð alls mannkyns og við verum líka að hugsa það. Þetta er mjög vont að það skuli aftur og aftur skapast svona þessi núningur, klofningur, þessi áróður sem skapar þetta landsbyggð gegn höfuðborgarsvæði í málum sem kemur þeim andstæðum ekkert við. En í Seyðisfirði er það ekki þannig. Það er bara fyrirtæki gegn heimamönnum og samt virðist þetta alltaf gerast. En við kannumst við þetta og þetta er, fyrir vestan er þetta svona, það er bara menn standa á fætur og hrópa gegn Reykjavík ef einhverju athugasemdir eru gerðar. Ég held að og minn flokkur, þar sem að menn á hann því miður ekki rætt þetta nóg, en hann minnst komst að því í stefnu gerð fyrir kosningarnar. Við náðum ekki nógu langt en við ætlum að vera á landsfundi síðustu helgi en svo var þinginu slitið. En það var þannig að lokum að þá verður þessi atvinnurekstur að standast þau skilyrði sem sett eru, þar á meðal umhverfisskilyrði, annars er ekkert með hann að gera. En ég er aðeins hrættum að í þessu landsbyggða þætti í gær sem ég er að vísa til. Ég held að fulltrúar allra flokka nema Pírata og sósíalista hafi verið nokkurn veginn með. Getur það ekki verið? En ég fór ekki alveg að fara með það. Alveg örgla. Ég vona að VG hafi ekki verið þar heldur. Og ekki, það getur nú eiginlega ekki verið að hafi verið allir.
Ég var ekki alltaf þáttan, það voru allir mjög jákvæðir nema ég mitti á En sko þessi falski valkostur það að segja að vera með þessu og á móti höfuðborginni, mann finnst að vera eitthvað skekkja þar sem þetta kannski snýst frekar að vera með byggðaþróuninni sem er á forsendum almennings á svæðinu annars vegar og hins vegar byggðaþróun sem er á forsendum, ekki höfuðborgarinnar heldur forsendum þessara stórfyrirtækja hvort sem þau eru stórfyrirtækin þegar þau eru á þessum litlu stöðum bara eitt fyrirtæki, þá fylgir fólk þeim þannig hefur það alltaf verið Já, það er heldur aldrei neitt valkostur þannig að við vitum ekki til dæmis eins og kannski þurfa mann ekki að vera á móti sjókvíaeldi í sjálfu sér ef að til dæmis það er framkvæmt ef það er framkvæmdaraðilinn er almenningur sjálfur og er ekki til sagt rekin í svona gróða eða hvað? Ég held sjókvíaeldi er náttúrulega bara atvinnurekstur eins og hverjum er atvinnurekstur Meinur að það sé eignarhaldið skiptir auðvitað mjög miklu máli þá skiptir náttúrulega óbáslega miklu máli líka að við alla þessa auðlindanýtingu að það sé borgað fyrir hana að það sé borgað fyrir nýtingu auðlindarinnar sé einhvers konar auðlindagjöld og þau eru mjög lítil í þessu dæmi en aðalmálið í þessu er náttúrulega þetta að við getum ekki leyft okkur að vera með ég þori ekki að segja ósjálfbær að vera með atvinnurekstur sem getur verið eyðileggjandi fyrir árnar og fyrir firðina ég nefndi Gunnlaug Stefánsson því að Gunnlaug Stefánsson prestur og bróðir Guðmundar og þeirra allra sem menn þekkja að við vorum að tala um þetta hér bara fyrir skömmu og hann sagði að þessu líkur með því að firðirnir verða ónýttir og þess vegna er einmitt ósjálfbært viljum við það ósjálfbært er nefnilega mjög gott orð á litlu fjörðunum og vestfjörðum að firðirnir séu bara það sé bara ekki þetta sé bara svona einhver pollur við viljum það ekki og við þurfum að finna einhverja atvinnuvegi og byggðarstefnu sem er sjálfbær og getur gengið til lengri tíma og þetta er alls engin lausn í þessu og einmitt náttúruna að þú veist íslenski laxinn, firðirnir og ég held að við bara mannfólk að því við lifum í takmarkaðan tíma að þá er kannski erfitt fyrir okkur að skilja einmitt hvað hefur tekið langan tíma fyrir alla þessa hluti að verða til eins og þeir eru og þessi náttúrugæði sem eru til að þú veist á 1 eða 2 eða 3 mannsæmum þá getum við rústað ykkur sem tók, þú veist, 100 milljóna ára verða til og við fáum það aldrei tilbaka. Við fáum það aldrei tilbaka á bara næstu, þú veist, 100 kynslóða, sko. Við getum kannski reynt eitthvað að endur hanna þetta eða koma þessu einhvern veginn fyrir þannig að það hendi okkur, sko. En við fáum það aldrei aftur eins og náttúran hefur skapað og það mun valda okkur mjög miklu tjóni og skaða. Og við ættum að bara hugsa betur út í þetta, hugsa fram á margar kynslóðir fram í tíman. Og líka þá samfélögin, því að samfélögin eins og það er einhvern veginn lofað bót og betur og sumir voru að vísi það að Vestfirðir væru blómlegri en svo segja margir að þeir séu það raunverulega ekki. Það sé ekki svona, það sé einhver kannski svona tímabundin uppsveifla en að það sé mati manna sé þetta ekki gott fyrir samfélagið heild. Er ekki nefnilega sjálfbær þróun gamla áður en þessu hugtaki var nú stólið svona? Nú ætlum ég að vera vondikallinn. Sko á Vestfjörðum og Austfjörðum og hvar sem hefur búseta frá upphafi vega farið fyrst og fremst eftir skilyrðum lands og sjávar. Það hefur sem sé, við erum með fjölda þorpa, fjölda sveita á landinu sem hafa það sem búseta hefur hnignað og aukist eftir því hvernig skilyrðum voru. Og þannig það er engin mósebóðorð að á Vestfjörðum eða Austfjörðum eða í Reykjavík skuli vera nákvæmlega þetta mörg þúsund eða þessi prósenta af fólki. Það sem við getum gert heldur þetta bara þetta á að fara eftir atvinnuástandinu og það sem skiptir mestu máli er kannski það að fólkið sjálft á staðnum búi sér til atvinnu. Að það hafi sér ráðandi það hvaða atvinna er stunduð, hvernig atvinnulífið er á staðnum. Það sem við getum gert, það er að láta menn ekki gjalda þess að þeir séu í einhverjum svona einangruðum landsóknum og það sem við getum gert er að byggja upp innviði og það hefur auðvitað verið gert. Ég held að innviða uppbyggingin sé mikilvægasta byggðastefnan. Ég er alveg til í að bora göng og leggja vegi og ég er nú ekki til í að gera mikið af flugvöllum af því að ég held að við eigum ekki að stefna að meira
innanlandsflugi, en auðvitað þarf það sem staðar, ég held að það sé málið. Og það eru þessir innviðir, samgönguinnviðirnir sem mikið hugsað út á landi, en svo eru aðrir ekki síðri og það eru heilbrigðisinnviðirnir og menntainnviðirnir. Það er þetta, ef að þetta er í lagi, þá held ég að atvinnulífið út á landi geti gengið án þess að út á landi fyrir ekki við. Allt Ísland geti gengið án þess að við séum að taka áhættu á náttúrugæðum, á auðlundum lands og sjávar. Það er einmitt mikilvægi punkturinn að við þurfum að búa og hjálpa þessum bæjarfélögum og svæðum að skapa atvinnu, vera með nýsköpun sem er sjálfbær. Og við höfum alveg frábært dæmi af Vestfjörðum slíka nýsköpun. Keresis. Það er búið að skapa yfir 100 störf sem eru hátæknistörf, störf sem að er að fá fólk til að flytja á svæðið. Hvað ef við hefum verið dugleg við að styðja við meiri nýsköpun eins og þetta á þessum svæðum? Svo var kalkþörungaverksmiðjan og það er á Reykjólum það var alveg fullt, það hefur verið fullt af nýsköpun á Vestfjörðum sem kannski hefur ekkert samt fengið nógu mikinn Nei, og sumt af því sem þarf náttúrulega að gera er að ef þú vilt geta dregið fólk til staðar, eins og bara tökum Ísafjörð sem dæmi það sem Keresis þá þarftu náttúrulega að hafa samgöngur sem er í lagi. Þú þarft að hafa menntunar möguleika, þannig að þegar að fólk flytur ánga með börnin sín eða fólk flytur og vill setja stað, þá þarft að hafa umhverfi og samfélag sem maður getur tekið við því og þar hefur við að vera að leggja í innviðina eins og mörður var að segja að við viljum hafa við þurfum að fá göng á Vestfirði. Ég veit ekki hvernig þið keyrðu síðast Vestfirði, ég keyrði það síðast vetur og sko, ég bara kom tilbaka og sagði við alla þingmenn Vestfjarða, heyrðu, þið fáum atkvæði mitt fyrir hvað einustu göngu sem er vegna þess að mér langar ekki að þurfa að keyra svona lagað aftur sko. Þannig að þetta er bara hlutaði sem við þurfum að gera en það er líka bara hefur verið þannig með þær ríkisstjórnir sem hafa verið undanfarna, ég vil segja áratugi að þau hefur alltaf verið að glepjast af einhverjum svona gylliboðum stórfyrirtækja. Við vorum einu sinni þá ætluðum að hafa minkabú í hverjum einasta stað, svo fórum við að setja upp stóriði í hverjum einasta firði og næst átti að vera eyðileggja firðina með því að setja upp sjókvíaeldi. Ég vil taka undir þetta en við verum að byggja upp þessa innvið, við verum að bjóða upp á þessi tækifæri og brjóta líka upp á einokun stórfyrirtækja og fárra á auðlindum landsins eins og kvótanum að ef þú býður upp á frjálsar handfæraveiðar og þú ert með sterka spítala, með sterkar menntastofnanir, vegi og svo framvegis að þá getur fólk farið að flytjast meira í auknum mæli, hefur tækifæri til þess að setjast að þar sem það vill og ég tek líka mjög mikið undir að við verðum að fólki á svæðinu þarf að vera það sem að tekur helstu ákvarðanir hvert svæði fyrir sig. Við verðum að færa valdið alltaf nær fólkinu og þetta er kannski eitthvað sem er raunverulegt í þessu landsbyggðar borgarríg mögulega og hefur maður heyrt frá fólki að stundum kemur fólk frá Reykjavík og er með stórar og það sem eiga að vera góðar hugmyndir fyrir annað fólk á landsbyggðinni án þess að kannski ráðfæra sér nægilega vel við fólki sem er þar á svæðinu og heyra frá þeim raunveruleika þeirra. Og líka bara út frá því sem ég verð að nefna sko, talandi nýsköpun, þá finnst mér Sjálfstæðisflokkurinn svolítið hafa stólið því konsepti algjörlega. Það er alltaf verið að tala nýsköpun, það er bara aðalega kosningalofórð Sjálfstæðisflokksins að bjóða upp á nýsköpun og það er yfirleitt þá bara sko fjárfestar, stórir fjárfestar á meðan allir minnst nýsköpun út á landi er ekkert síður kannski í menntakerfinu eða listum og menningu og miklu breiðara sviði og þarna Djúpavogi nýsköpun í skólakerfinu þá fær það kannski bara athygli í einum þætti í landanum en sjálfsagt ekki mikinn stuðning, ég veit það ekki, nú er ég að segja eitthvað sem ég veit ekki. Svo hefur rosalegt fólk út í því að hafa þessa ódýra orku en hún er einokuð af einmitt stórfyrirtækjum. En má ég segja eitt kosningabaráttuna út af því að sko það er alltaf verið að tala að hlusta á fólkið en samt í rauninni þá gengur allt út á bara vöxt og stækka kökuna og það er ekki til það smá pláss sem að ekki einhvern veginn dreymir að vera borg
ábyggilega til þess að fá innviði og svona. Ég kem sjálfur lítilli sveit þar sem að eru 4 risaprósjekt í gangi, það vantar engan vinnu þar. En sveitastjórninni finnst að það vanti borg og fólk og þá, ég veit ekki, crossfit höll og allt mögulegt svona sem mannum getur dottið í hug. En svo í kosningabaráttunni, þessi barátta frekar ólýðræðislega á þessum 6 vikum eða hvaða nú og þetta kosningabarátta hinna mörgu pallborða og allir eru bara í pallborði allan daginn og yfirleitt hjá atvinnulífinu og hjá stóriðnaðinum og þar sita menn bara dagana langa og ég held ég sé búin að horfa á svona 10 pallborð græna orku og sjálfbæran risavöxt og þetta allt saman, þetta hljómar allt rosalega vel en þetta ofsalega einhliða og við sem erum að vinna í náttúruverndinni, við eigum örgulega svona 140 spurningar sem enginn hefur spurt og ekki hefur verið svarað og þær snúa að náttúrunni, þær snúa að loftslaginu, þær snúa að því sem að við teljum vera sjálfbærni en mér heyrist hins vegar á þessum atvinnulífspallborðum að þar sé öll sjálfbærnin snýst að ná í meiri græna orku og einfalda ferla og dæla niður mengun og eitthvað svona og þetta verður einhlið og þetta ekki fólkið. Ég eiginlega bara lít svo á að það séu að atvinnulífið sé að reka þessa kosningabaráttu. Líkuðinaðurins buðu okkur sósíalistum ekki einu svona í pallborð hjá þeim að þau síðast kom Gunnar Smári með kannski aðeins og krefjandi spurningar. Mér finnst eitt við það sem þú segja allir sem pallborð að ég hef líka tekið eftir að því var nú svona hálfgert pallborð þarna eftir að Árnar þagna sem var sýnt í vikunni. Það var eitt að fá almenningspallborðum. Já, nema þar allt í einu voru sumir flokkarnir að svara akkurat öfugt við það sem voru gerðu daginn áður og daginn eftir. Sérstaklega tók ég eftir því að pallborðin eftir sýningu myndarinnar þá var Inga Sæland algjörlega á móti öllu þessu dýraníði og bara þetta ætti nú ekki að gerast og stóðst með Seyðisfirði sem var ánægjulegt að sjá en daginn eftir kom Eyjólfur Ármannsson í norðvestu þáttinn og talaði hvað sjókvíaeldi væri frábært. Þetta nákvæmlega það sem við þurfum eins og þú segir, við þurfum fleiri sem að spyrja á hinni áttinni vegna þá sjáum við hverjir svara bara eftir því hvernig segli og vindur eða hverjir eru raunverulega, ég meina við segjum bönnum opið sjókvíaeldi og okkur alveg sama hvort við séum í pallborði hjá Landvernd eða hjá samtökum miðnaðarins. Þeir eru náttúrulega svo hefnir píratar að ykkar fylgi aðalega hér í 2 að 3 kjördæmum, þannig að þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur af þessum 3 hinum norður, það bara ekki alveg rétt og ég get sagt það var ótrúlega margir bændur og laxveiðimenn komið að okkur núna og sagt ótrúlega sagt ég ætla að kjósa Pírata í skipt. Þetta eru dákþægin sjúkdómar ekki nýr í flokkakerfum allu, í öllum flokkunum sem eru með fylgi svona minnstuðasti breyttum landið að menn segja, menn nota eina tungu í sveitinni og í heimakjördæminu og svo önnur hér og svo framvegis. Þetta eru nú játningar. Ég nú ágætlega ánægður með stöðuna í þessari kosningabaráttu en mér finnst kosningabaráttan vond. Það ekki gott að það sé svona stuttur tími, þingar rofið og nokkrum vikum síðar kosið og það annars vegar það og hins vegar þessi framboð náttúrulega alveg geggjaðslega mörg og hundleiðilegt að sitja og hlusta á þessi pallborð 10. Ég var að horfa hérna Reykjavík og Norður. Þetta var svo leiðilegt að þetta ótrúlegt. Og það sem gerist það að umræðan fer aldrei á dýptina. Það er náttúrulega fjölmiðlunum að kenna líka en þeir eiga við sama vanda að glíma, stuttutími og 10 framboð og síðan verður aldrei debatt. Nei, við vorum í dag þegar maður nummer 2 búin að segja eitthvað sem nummer 7 langar að svara að þá umræðan búin að fara í 15 hringi og það verður alveg þannig að hann verður bara að segja eitthvað nýtt. Þetta ferlegt alveg. Og þetta er bara
þetta má helst ekki gera svona, þetta verður að vera þannig að séu nokkri mánuður í kosningabaráttunni, hún byggist upp smám saman, það sé minnstofasti gefið færi á dýpt í kosningabaráttunni og eins og þú segir almenningur stjórninni, það er auðvitað auðveldast fyrir hinn vel skipulögðu og fjársterku samtök að búa til þessi pallborð og hafa þau í beinu streymi, en miklu síður fyrir, til dæmis náttúruverndarsamtök eins og þú vinnur hjá. Við erum að gera þetta öll samtökin saman í landinu sem eru mjög mörg en þetta er allt sjálfboðalegt. Ég veit það og fyrir er ekki mikið fyrir hendi og ekki hægt að splæsa í streymi og setja allt í gang. Við ætlum að gera það, við spurum á næsta ári. Hvað þá fólk hvað þá svona þessi samtök sem eru þessi almannaheilla-samtök sem ég vorið mjög lítið varfið í þessari kosningabaráttu af því að það vinnur þau hafa einn starfsmann og peningarnir, það er búið að ráðstafa peningunum út fjárhagsárið þessu framstrafins. Ég meina fjársterkir aðilar stjórna þessari kosningabaráttu algjörlega. Þess vegna finnst mér alveg furðulegt hvað hún gengur vel hérna í skoðanakönnunum, því að þetta er alveg prýðileg staða. Það er hérna, hægriflokkarnir eru með, eins og Ólafur Harðarson kallar það, þeir eru með 30% samtals sem skiptist á milli Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins og mið og vinstri eru þá með afganginn. Ég veit að það er erfitt hérna hjá sömum flokkum að reyna að ná yfir 5% og En mér langar að leiðrétta nefnilega þetta miskilning með 5%. Í dag kom til dæmis út könnun frá Maskínu og þar var sagt að Píratar kæmi ekki mann á þing. Hins vegar þegar þú skoðar það brotið niður eftir kjördæmum og ef þú setur þetta inn í svokölluðu DONT-regluna sem er það sem úthlutar kjördæmasætunum, þá bara kemur í ljós að Píratar fá víst 2 þingsæti. En það verður verið hvað eftir annað túlkanir á vísi og sem eru vitlausar. Vandamálið er að fréttamenn rugla saman 2 hlutum. Kjördæmakjörið annars vegar og 5% fyrir uppbótum. Það eru 14 þingmenn í boði í Suðvestur kjördæmi og ég get nú ekki reiknað út á stundinni en maður sér að þar þarf ekki endilega 5% til þess að ná mann inn. Þannig að Píratar VG og sósíalistar eru ekki miklu vandræðum. Þó við varum þar með 4,3% eða 4,7% að þá vorum við 6,1% í Suðvestur sem er nót til þess að þar kemur inn kjördæmakjörin þingmaður. Já, þetta er ekki jafn mikil vandræði og fréttamenn eru ekki einu sinni með þetta á hreinu og það finnst mér, og þú veist, þú varst að tala um bara umræðinni yfir höfuð og dýftina, að þegar fréttamenn eru ekki einu sinni með svona hluti á hreinu, þá verður flutningurinn líka svo svakalega skatt. Já, skemmtilegast að fréttirinn alltaf segja að þess er að falla. En svo er náttúrulega heldur ekki tími eins og þið segið, en af því að þú varst mörður að tala um sko vinstri og hægri og þetta væri einhvern veginn að fara vel, af því að þá er þú ventanlega að tala um þinn flokk og hann sé til vinstri. Aðal tíðindin í þessum konunum, og konunum er ekki kosningar, er auðvitað það að Sjálfstæðisflokkurinn skuli vera fyrir neðan 20%. Já, en sko, nú er mér eiginlega pínlítið saman um þetta, vegna þess að það sem því ég heyrði því tala um að menn töluðu tungum tveim eftir því hvar þeir væru og við hvern þeir væru að tala. Ég sagði að það væri bara sjúkdómur í íslensku flokkunum. Já, og þá er það er samfylkingunni og svo framvegis. Og þeir skástu í þessu eru þeir flokkar sem að sækja fylgi sitt einhverjum á Suðvesturland. Já, en það sem ég er að leiða að með þessu er að þegar kosningabaráttan er algjörlega á forræði einhverja framkvæmda aðila, einhverja stórfyrirtækja og öll pallborðin eru það og það er það sem allir flokkarnir heyra. Hvert færast þeir þá til ef að þeir eru til dæmis með 2 tungur sem að virðist nú vera, færast þeir þá ekki í áttina af því sem þeir alltaf heyra og fjölmiðlarnir líka og erum við þá komin með kosningabaráttu á vegum einhverja alnýtingar sinna, þannig sjáum við það í umhverfisbaráttunni að þau stjórna þessu bara, alveg sama hvað flokkarnir heita. Og ekki gleyma því líka hverju fjármagna kosningabaráttunni. Já, þetta eru ránast kosningaskrifstofur hjá þessum samtökum. Og ef við erum að mæta alltaf í pallborð hjá auðvaldinu, fjársterkum aðalum, sérhagsmuna aðalum sem er að sækjast eftir einhverjum hagsmunum, ekki okkar hagsmunum, og þá auðvitað er þetta rosalega skakt og það er bara grundvallar atriðið og grundvallar vandamálið. Ég held að það tengist líka flokkakerunum að ef við erum ekki með virka grassroot
út í þessum flokkum og við erum ekki með sterk hagsmunasamtök sem eru fjölmenn og með marga sjálfboðaliða og ágætlega fjármögnuð sem geta einmitt haldið úti í þessari umræðu sem er á forsendum þeirra hagsmunasamtaka, þeirra grasróta og í sambandi við fólki þá erum við alltaf í mjög skakkri mynd og ég meina Marx útskýrði þetta bara ágætlega á sínum tíma, hann talaði superstruktúrin sem er skapaður svona í kringum það efnahagskerfi sem við lifum við og svona hugmyndastruktúrin sem skapast út frá því og hvernig þeir sem eiga verðmætin, auðlindirnar, landið og græða á vinnu annara ná að forma hugmyndir samfélagsins og viðhalda stöðu þeirri hugmyndafræði sem hendar þeim og svo hugmyndafræði gengur auðvitað helst út á það til dæmis að þurfum við að lækka skattar og slá mikið á en allra ríkustu og það megi ekki gera þetta og megi ekki gera hitt þess að hrófla við valdi og forréttindi þeirra og halda því bara stöðugt fram. Það er bara ekkert rétt. Nei, og svo finnst mér ekki að ég kalla náttúruverndarfélög og almannaheillafélög hagsmunafélög út af því eða hagsmunaaðila vegna þess að þetta er ekki fólk sem er að berjast fyrir sínum hagsmunum. Nei, þetta alveg á sama stall bara á einhver olíufyrirtæki. Það hljómar mjög skakt. Við skulum nú ekki vera tína okkur í samsæriskenningum en eitt sem þú hefur rétt fyrir þér í Björgefa, það er til dæmis þetta sem Samtök iðnaðarins verktakabransinn, verkfræðingarnir, Sjálfstæðisflokkurinn og fleiri hafa búið til hér undanfarin misseri og það er þessi sögn eða narratív orku þörfina og það eru búin til skýrslur á vegum Landsnets eða Samtaka iðnaðarins sem að sýna svokallaða orku þörf að hún þurfa að vera svona 100 til 130% það sem hún er í dag, það sem hún er núna. Og síðan ég fór og las eða kannski fullt mikið sagt, en fór hon í eina af þessum skýrslum og sá að það var allt tekið inn. Það var tekið inn það var ekki stóriðan var ekki reiknum með þetta orkuskiptin til þess að ná orkuskiptunum og venjulegri þróð þá þurftum við þetta og þar var búið að koma flugvélum í rafmagn. Sem enginn veit hvernig verður gert. Nokkra áratugir í það að menn geti farið að ímynda sér það. En þeir byggja með til nokkra sviðsmyndir en eina sviðsmyndir þeir tala er svo ídrasta. Það var svo ídrasta, og síðan er þetta og síðan kemur Guðlaugur Þór og hann segir, það liggur fyrir, það er alveg augljóst og þarf ekki að beita neinum rökum í þetta því að hann hefur sem sé að tekur ídrastu sviðsmyndir í þessu. Og þetta er orðið þetta bara sem heitir narratív eða sögn á íslensku. Það er að segja einhvers konar staðreind sem hangir í eitthvað sem hangir á lausu lofti og menn eiga að líta á sem staðreynd. Með þessu móti er hægt að stjórna umræðunni fram og aftur þannig að menn þurfa að ræða þetta mál þá verða menn að höggva sig í gegnum narratífuna. Eins og konan sagði á samorkufundinum sönn staðreynd. Sönn staðreynd. En það sem í þessu máli er þegar maður er komin í gegnum þokuna er það að það er ekki til neitt sem heitir orkuþörf. Nei. Orku þörf er ekki staðrend sem er engin staðrend hér á blaði sem einhverju reiknimenn geta reiknað út. Orku þörf það er til eitthvað sem heitir pólitískar ákvarðanir atvinnulíf og þetta og þetta hvernig við ætlum að gera þetta hvað erum við að gera í orkuskiptunum og hvernig ætlum við að gera það hvað ætlum við að hafa stóriðu nei segja flestir núna en vilja hafa gagnaver sem sé og svo framsvara og hvernig ætlum við að halda þess áfram og þá getum við tekið pólitíska ákvörðun orkuöflun og hún verður auðvitað ekki tekin marga áratugi fram í tímanum, mestalagi hálfan eða einn og ef við erum komin niður á þetta plan að þá getum við farið að tala svona af einhverju viti orku hliðina á þessum máli því að hinn hliðin er svo hvernig ætlum við að umgangast auðlindirnar og hvernig ætlum við að forðast sem eins og við getum að eyðileggja þær og hafa þær sjálfbærar áfram og síðan auðvitað hvað kostar þetta og hvernig ætlum við innheimta auðlindagjaldis framvegis. En þetta er dæminn það að búinu til, ég er ekki að segja að einhver ljóti kallar með safnið saman að reikvældum herbergjum og segði nú ætlum við að búa til þessa narratífu en einhvern veginn verður þetta til á skrifstofunum og í þinglósherbergjunum. Já, og hjá þeim sem hafa vinnað því að virkja og sem síðan er þetta notaði kostningabaráttu á fundum og í pallborðunum miklu. Ég veit ekki alveg hvað það meina með að fara ekki á langt í samsæriskenningum en þú veist, auðvitað er það nú bara samt þannig að valda mikið fólk það tekur sig saman og leggur á ráðin til þess að
ná fram einhverjum ákveðnum markmiðum sem eru bara oftar en ekki gegn okkar hagsmunum almennings sem þú veist, ég myndi bara segja að það verið sönn staðreynd. Ég meina svona þetta bara, hóðast í augu það. En sko ef við tökum bara sko það sem þú varst að segja að það að sjálfsögðu þannig að ef við virkjum meira þá eftirspurn. Það verður alltaf eftirspurn eftir meiri orku. En við þurfum að taka ákvarðanir sem land og sem þjóð hvernig ætlum við að nýta þessu orku? Í dag pólitískar ákvarðanir. Já, það eru pólitískar ákvarðanir. Í dag 80% orkunni að fara í stóriðju. Já, í dag viljum við svara allri eftirspurn og erum líka þá að sjálfa búa til þetta neyðarástand sem talað. Já, en er það ekki óheilindin að við látum eins og þessi þörf sé bara sjálfsprottin einhvern veginn. Jú, og segjum við alla að ef við virkjum ekki meira, þá verður ekki rafmagn fyrir einstaklinga og smá fyrirtæki. 5% að nota. Þá verða ljósið slökkt en er það til dæmis samsæriskenning að getur verið að það einhverjir vilji ekki tryggja raforku á eðlilegu verði til heimila vegna þess að ef þú ert með yfirvofandi neyðarástand hangandi yfir heimilunum þá mun orkuöflunar vilji almennings aukast. Flokkarnir hafa ekki staðið sem nú vilja þessu. Vilja þeir það ekki? Þeir hafa ekki gert ekki heldur flokkarnir til vinstri vegna þess að við höfum til dæmis við erum ekki með hámark á orkuverði til heimila og minni fyrirtækja. Hvernig stendur á því? Á stefnuskrá okkar það núna, en það var ekki. Þetta var tekið út úr raforkulögunum á sínum tíma í einhverju vitleysu hjá Framsóknarflokknum held ég. Það er eitthvað erfitt að koma í Ég held að þetta hérna litla dæmi að setja þetta orkuhámark að annars vegar sé þessi business sem að orkufyrirtæki standa í og hins vegar sé að almannaþjónusta sem að þú eiga að framkvæma, það sé aðskilja þessu leyti. Ég held að þetta sé eitt af því sem að ný ríkisstjórn, miður vinstri ríkisstjórn getur gert og á ekki erfitt með að gera. Og svo getur talið mörg dæmi þetta, en við höfum að vera með sjálfstæðisflokkinn í stjórn hérna áratugum saman. Þetta var reynd að tækla þessi mál í atvinnuveganefnd í fyrra þegar ég satt þar sem varaformaður og þá leiðum við að byrja að vinna í þessu, þá fóru þeir að horfa á kannski getum við látið stóriðin að selja orkuna sína tilbaka og voru konum með tillögur sem að geng út á það að stóriðjan þeir geta bara hægt að framleiða álið eða hvað þeir að gera, heldur bara orðið orku seljandi. Við þá kaupið þetta tilbaka. Og sem betur fyrir náðum við að stoppa þetta og fleiri hluti sem að fóru átt að taka þarna í gegn og eins og til dæmis förum aftur yfir í sjókvíaeldi, lagareldisfrumvarpið sem að öll náttúruverndarsamtökin sögðu við okkur, þetta verður að stoppa vegna þess að þetta er að gefa þessum fyrirtækjum möguleika því að halda áfram. Það kom frá VFG, þetta frumvarp. Það kom frá VFG. En frá landsbyggðar. Já, en sko það sem að líka var ástæðan fyrir því að stoppa því, það var það mjög einföld. Það voru settar inn kröfur frá ráðuneytinu ákveðnar sektir við sleppingar. Sektir sem okkur fannst allt of lágar. En Sjálfstæðisflokkurinn neitaði að gútira nema þær eru setta niður í eitthvað voðalítið sem myndi ekki hafa neina áhrif á fyrirtæki. Sektir voru ekki það besta heldur að stoppa framleiðsluna. Þegar hagsmunasamtök, stórfyrirtæki og stórfjármagnseigenda fara að vega mikið meira en félagasamtök eða hagsmunasamtök almennings eins og leigjendasamtök eða einhver náttúruverndar og umhverfissamtök eða bændasamtök sem vonandi eru að reyna að endurspegla eða ætti að endurspegla, Þau eru nú þokkalega sterk. En þá eins og í Bandaríkjunum og eins og að verða í síauknum mæli í Evrópusambandinu og þá eru þessir hagaðilar frá einkafjármagninu sem að hafa bara mun meira vægi en almenningur og við verðum að sporna gegn þessu ef þetta er að verða raunin hér í síauknum mæli líka með því að kjósa flokka
sem eru með trúverðuleika og eru ekki búin að svíkja umboð sitt áður. En er ekki líka þessi sögn? Sem almenningur að ganga inn í stjórnmálaflokka og fylgja þeim eftir og einhvern veginn þurfum við að geta veitt stjórnmálafólki okkar aðhald af því að þau segja alls konar þegar að koma kosningar en við verðum að fylgja því eftir stöðugt í gegnum allt kjörtímabilið, við getum ekki bara að fara heim og horfa á sjónvarpið. Þú veist það í rauninni bara gengur ekki, við verðum að sinna þessu. Öll að hafa pallborð. Já, en mér finnst svolítið eins og því fyrsta skipti kannski sem að núna svona allavega flokkar til vinstri og ég vil píratar kannski sem að hafa ekki endilega skilgreint sig hægri eða vinstri eru samt sem sagt eila djarfar, þeir eru djarfar að segja með í banna til dæmis sjókvæðaldi með þess að sósíalistar svona hika við að banna, já, og hvalveðar. Sko, er þetta ekki svolítið góður útgangspunktur allavega að vinstri sér vegna þess að það hefur verið, að því að það hefur verið svo mikil mantra að ef að þið segir þetta sem þið eru að segja, þá séu þið á móti fyrirtækjum og þið séu á móti fjárfestingu, móti uppbyggingu, þetta hefur verið bara svona formúla. Móti byggðar, móti landsbyggðinni, móti fyrirtækjum, móti útlensku fjármagni, þannig að þetta hefur verið eitthvað svo svart formúla. Þegar kemur að fiskeldinu, þá eru til lausnir. Opna sjókvíar eru það ekki. Lokaða sjókvíar sem eru fyrirtæki í Noregi til dæmis með, þær eru ekki bara að virka betur, heldur að þannig að meðaltali kemur 95% af fiskunum úr þeim í fyrsta flokk. Þetta er hæst 65% í opnum sjókvíum. Það er engin laxalús, það er engin sjúkdómar. En af hverju er ekki farið í lokaðar kvíar? Jú, það er vegna þess að það er dýrara að byrja með þær þó svo að þú fáir meira út úr þeim til lengri tíma. En aftur, stórfyrirtækin sem komi hérna og sáu bara að þetta var vilda vestri, sáu að þau gott bara nota gömlu aðferðirnar og voru vissum það að Ísland myndi taka langan tími áður en þær eru byrjað að heimta að vera lokaðar. Þannig að við vorum til dæmis að ræða í atvinnuveganefnd hvort við ættum að setja svona sólarlags ákvæði 2030 til dæmis að þá mætti ekki lengur vera opna sjókvíar, heldur yrðu það að vera annarkvort lokaðar eða komið upp á land. En það var engin áhugi hjá neinum flokkunum að ná eitthvað saman þess. Þetta var hluti sem við sögum, ok, finnum þetta sem eitthvað svona sameiginlegan grundvöll sem við getum öll unni með. Nei, þetta var ekki, lausnirnar eru til. Við sjáum líka að það er komið landeldi, það sem er það er ekki á sama stað. Það er ekki á sama stöðum, en ég er að segja að það er komið landeldi, það er eftir líka ekki með þetta út í umhverfinu. Lausnirnar eru til, en umræða. Menn eru ekki tilbúinir að setja fjármagn í það. Ég byrði að undirstýra mig í þessu banntali. Ég elska atvinnufyrirtæki. Ég elska fyrirtæki. Ég held að allir hérna gerir það nefnilega. Ég held að sé ekki miskilingur. Já, ég vil að atvinnufyrirtæki í einkaeigu nú eða samvinnuformi nú og opinbera eigu ef það er að ræða, að þau séu bara góð og við eigum að styðja þau og framvegis. Og við eigum ekki að banna út af fyrir sinna eitt, við eigum að setjum skilyrði. Þar á meðal og ekki síst umhverfi skilyrði sem varða starfsemi atvinnufyrirtækja. En Mörður, ég ætla bara að segja þau verða að gera svo uppfylla þau. Sósíalistar, þeir eru mjög með, já, ég var ekki að segja allir, ég segi það er meiri talað hann bann, en ég var ekki að segja að þið verða að banna, sko. Vafki hefur nú verið með auglýsingar sem segja bara banna þetta, banna allt. Ekki horfa á mig sem landvernd, en ég er eiginlega komin að því eftir svona samskipti við annars vegar fyrirtæki og hins vegar stjórnmálamenn, svona upp á síðkastið, að ég elska fyrirtæki meira en stjórnmálamenn. Að því minnstu vera svona aðeins sjálfur sér samkvæmari og auðveldar að tala við þau. Að því að mér finnst að stjórnmálamenn þau eru að hugsa eigin hagsmuni og þau svara samkvæmt því. En veitu, skiptir ekki máli hvort það eru smá fyrirtæki eða svona lítil fyrirtæki eða einhver risa fyrirtæki? Það getur vel verið, en það er auðveldara að tala við fyrirtæki heldur en stjórnmálamenn og mér finnst stjórnmálin í landinu hafa rugglast í rýminu og vita ekki lengur hvað er þeirra hlutverk. Og þeirra hlutverk finnst mér vera að þjóna almenningi, setja reglur fyrir fyrirtæki og
svona ekki, þú veist, þau ekki atvinnulífið, en mér finnst stjórnmálamenn meira að minna halda einhvern veginn að þeir eiga ganga bara með fánan á lofti fyrir einhver fyrirtæki og elska þau svo skilyrðislaust að það megi ekki einu sinni setja reglur. Ekki helsta vandamáli við stjórnmálamenn einmitt að þeir eru alltaf að ítreka að svíkja umboð sitt, þeir eru að svíkja kjósendur sína, þeir eru ekki það sem þeir ganga út fyrir á að vera, það þarf að breytast en sósíalismi og félagshyggja, mér finnst það akkurat snúast blómlegt atvinnulíf sem er á forsendum sko almennings. Það sem að sósíalistar og félagshyggjan beinir sig gegn einokun einkahagsmuna, sérhagsmuna á gæðum og á vinnunni og svo framvegis. Við þurfum að dreifa betur úr valdinu og dreifa betur úr auðnum, frjálsar handfæraveiðar, stórfelldar fjárfestingar í innviði sem henta öllum og færa stjórn nánar í hendur fólksins, stjórn á sveitafélögunum og á fyrirtækjanum, á rekstrareiningunum. Þá þarf að liðka fyrir öðruvísi tegund af rekstri eins og samvinnufélögum, sameignarfélögum og svo framvegis. Það ekki auðvelt að fá lán sem slík eining í dag, það að breyta því og það akkurat það sem að félagshyggjan vill boða og beita sig fyrir að fólk fái betur að njóta þess góðs sem það vinnur fyrir, að það sé ekki ykkur yfirstétt sem að arðræna þau. Það draumurinn félagshyggju, þetta blómlega, lýðræðislega atvinnulíf. Já, og eins og Björgeva segir, þegar það ekki þessi samvöxtur ríkisvaldsins og fyrirtækina, þannig til dæmis að búvörulögin og fleiri lög eru bara samin af lögfræðingum það eru hagsmunaaðilar sem að semja það og það ekki bara nýlegt dæmi það sem að hagsmunaaðilarnir bara skrifuðu breytingatillögurnar fyrir stjórnmálamennina og það bara mjög slæmt og allir náttúruverndar sinnar og loftslags sérfræðingar sem koma hingað til þess að Rauðaborðinu sögðu það eftir að aðgerðaráætlun ríkisstjórnarna var lögð fram og svo opnuð samráðsgátt og það alveg fjöldi mann sem að leggst yfir þetta bara í sjálfboðavinnu og að koma með tillögur. Ekkert af þessu fólki hefði verið kallað til samráðs. Á meðan samtök atvinnulífsins, samtök iðnaðarins, allir hefði verið kallað til samráðs. Það alveg gegnum gangandi. Þannig að það finnst mann líka hlutverk ríkisvaldsins. Það bara farið til sérhagsmununa og þeir eru spurðir hvernig það að vera þannig að þið séuð ánægð. Svo sett eitthvað í samráðsgátt og jú, ef að Landvernd bendir á að það sé nú bara þú veist, þetta bara stenst ekki stjórnarskrá, þá kannski það skoðað. Eða en þið skrifuðu Keflavík í staðinn fyrir Reykjanesbæ, þú veist, það lagað, en sko, þetta svo mikið sýndarsamráð sem gert og þetta við sjáum þetta líka innan þingsins að við sendum út í umsagnir, fólk beðum að koma fyrir nefndir og skýra út máli sitt, svara spurningum og þó það komið með alveg mjög valid athugasemdir þá ekki að hlusta það. Ekkert hlusta það. Stundum vantar líka bara ákveðna hugsun í þetta held ég eins og með þessar afurðastöðvar með skilsta formaður bændasamtakana haldið því fram að það sé rosa mikil hagkvæmni fólkin í þessum tilraunum sem þeir voru að gera með þessum búvörulögum að gefa þeim undan það frá samkeppnislögum og svo framvegis. En hættan þetta og bara allar líkur á því að þessar afurðastöður fari að nota þá einingunarstöðu sem þeir komast í til þess að hagnast sjálf á kostnað bændana. Mætti ekki skoða það og neytenda mætti ekki skoða það að gera það þessar, ef þetta svona hagkvæmt, það rétt það sem þau eru að segja að þetta sé svona hagkvæmt. Ætti þetta þá ekki að vera sjálfseignarstofnanir bændana eða bændasamtakana einhvern veginn sem eru þá óhaglega drifnar en þjónusta þessari bændastétt og neytendum? Uppalega frumvarpið sem kom inn í nefndina var með mjög mikla takmarkanir það að hlutinir yrðu að vera 100% í eigu bænda. En þá fórum við að sjá, já, en þá fellur þessi ekki undir, þá fellur þessi ekki undir, þá fellur þessi ekki undir og þá var farið í að fá kaupfélagsskapfinninga til þess að skrifa breytingatillögu þar sem þetta kæmist allt saman inn. Og það bara fyrir einhvern veginn sem mig sem kom nýr inn í pólitík fyrir 3 ára síðan eftir að hafa verið mjög mikið erlendis og þú veist að nefna áðan fyrirtækin, ég hef verið að vinna með stórfyrirtækjum sem eru svo miklu meiri ástríðu fyrir lofslagsmálum heldur en nokkuð tíman ríkisstjórnin á Íslandi. Já, mér finnst ég hafa séð þetta líka. Já, og maður bara kemur hingað og maður bara agndofa yfir því
hvernig hlutinir eru og svo fer maður í þetta að vera í nefndum og annað og sjá bara hvernig sýndarsamráðið endalaust. Þetta minnir mann á sko verstu dæmi sýndarsamráð sem maður bara sér yfir höfuð. Kona mér skrifaði nú bók skrifaði ritgerð sem meðalans var hvernig væri hægt að vera með samráð við fólk sem býr í fátækrahverfunum í Afríku og hún vitnaði í góða setningu í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy þar sem að sko, það var samráð en sko upplýsingarna voru niðri í kjallara inn í herbergi sem að var bakvið ofan í skúffu, þetta var svona þau veitir já, við erum að fara í samráð en það í rauninni ekkert. Hafði engin áhrif og það allt of sorglegt vegna þess að sko það einhvern veginn þetta hugarfara hefur verið allavega síðustu 3 árum ég skilst að það hefur verið þannig líka kjörtímabil á undan að góðar hugmyndir eða góðar athugasemdir mátt ekki koma frá neinum öðrum en þeim sem voru við stjórnvölinn. Og ég hef þurft til þess að geta komið góðum athugasemdum á framfæri, hef ég þurft að fara og tala við þingmenn stjórnarflokkana og sagt, hlutur sem það að laga. Ég veit að ef ég kem með athugasemdina, þá fer hún aldrei í gegn, en gætir þú hugsað þér að leggja þetta fram og þeir sem betur fer eru þingmenn sem að sjá eru tilbúinir en almenna aðferðin bara, nei, það verður helst að koma frá ráðherra og sko, það þannig með meirihlutann að hann hefur unnið mjög mikið þannig að sko, það kom einhverjar athugasemdir og við eigum að vera að ræða þetta í nefndinni en nei, þau þurfa að fara að tala fyrst við ráðuneytið og svo kemur ráðuneytið með öll svör, alla breytingartillögur. Ég held að það væri framkvæmdarvaldið en ekki löggjafarvaldið. Þetta breytist nú, hélt ég, það var greinilega bara snúist tilbaka, þetta breytist úr til hrunnu. Ég var á þingi fyrir hrun og eftir hrun og það var mjög ábyrrandi hvað þingið hafði í hruninu eða eftir hruninu tekið sér og aukið vald gagnvart framkvæmdarvaldinu. Og menn voru svolítið að vinna einmitt saman ég var náttúrulega öðruvísi stjórn eftir hrun, ég var í stjórn VFG og studdi stjórn VFG og Samfylkingarinnar. Og við mjög harða stjórnarandstöður enda Sjálfstæðisflokks og Sigmundar Davíðs en þar var líka millilag, var hreyfingin og fleiri sem við höfum töluvert samstarf við en það þarf auðvitað að breyta vinnubröðunum á þinginu og besta dæmi það nú til tengslu við búurlaun að gagnrýni Hauks Arnþórssonar á bara eitt atriði sem það 3 umræður gjöruðu svo vel eins og í Danmörku, eins og 1849 í grundvallarlögunum í Danmörku að á því falla búurlaun og það fleira af þessu dagi að bara formsatriðin í þinginu þarf að taka skýrar fyrir utan þetta. Samráðsgáttin var stort skref í rétt átt. Þar gafst almenningi og hagaðilum, ef ég má kalla það tækifæri til þess að segja sitt frumvörpin áður en það vera frumvörp. Svo komu þau inn á þingi og svo framins. Það er þetta að misnota þetta og klúðra því eins og öðru. Ég hef trú á því að þannig ég segja þannig aftur, að vinstri stjórn sem hér tekur vinstri stjórn eða miðvinstri stjórn sem hér tekur við að kosningu loknum vona ég. Hinn möguleikin er hörð hægri stjórn, Sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkurinn og eitthvað þriðja apparat að hún geti einmitt þetta sé einn af þeim punktum sem við segjum að því ég í framboði náttúrulega sem við getum komið okkur saman sem 31. sæti sem við getum komið okkur saman í einhvers konar stjórnaryfirlýsingu og farið í gjá og klára það 4 árum að reynsa svona lagað út. Þetta er alveg rétt það verður nóg að gera bara að taka til hjá stjórnmálamönnunum sjálfum en hitt er svo það sem við skulum hafa ofar en að breyta vinnubröðunum á alþingi og það eru þetta sem Björg Eva talar að það séu henni raunverulegu almannahagsmunir sem ráða og sem að stjórna umræðinni en ekki sérhagsmunir einhverja fyrirtækja eða einhverja sérstakra hópa. Það er svolítið langt í land þar. Vissulega er langt í land. En við vonum að verði vinstri stjórn
en ekki hörð hægri stjórn, þá kannski bara flytur maður af landi brott eins og mjög margir kannski sem að fara að taka pókan sinn. En hvað séðum við nú stutt eftir hérna í þessari snörpu? Mér finnst við vera búin að bara afgreiða ýmis mál, við getum... Það þarf ekki að kjósa, það er komið stjórnarmyndun hérna, en nú til dæmis eldgos. Talandi að þetta beinu útsending átti svona ná vettvangi dagsins, þeir eru nú búin að vísa í ýmislegt, það eru hérna skoðanakannanir og svo er eldgosið. Hvar kemur Eitt sem tengist þessu beint að ég sá að lífeyrissjóður hafði fjárfest í Bláa lóninu bara eftir að eldsumbrjótin voru að byrja og borgaði mun hærra en markaðsverð fyrir hlut í Bláa lóninu. Þannig að bara virðist vera annað dæmi svona félagshyggju og sósíalisma fyrir en allra ríkustu, á meðan að áfram er þetta hnigna fyrir okkur almenning að það verður bara harðari og harðari einstaklingshyggja og við þurfum að retta okkur. En auðmennirnir og þið ríkasta fólki á landinu, það er að nota lífeyrissjóðina okkar til þess að svona dekka sig frá skaða. Til þess að redda sér frá skaða. Í gær rétt áður einhverjum vikum eftir að fyrsta gósið kemur upp. Já, þegar þetta byrjaði. Þannig að þetta við höfum séð dæmi um þetta áður, að vera að kaupa í Play Air, það byrjar að vera verulega tæft eða kaupa í Wow, og lífeyrissjóðinir og þarna í stjórnum lífeyrissjóðana er fólk sem síðan fer og vinnur fyrir þessu sömu fyrirtæki og þeir voru að kaupa í sem bara fáránlegar fjárfestingar, að kaupa í einhverju eins og Bláa lóninu sem er einmitt í þessari gríðarlegu hættu. Er það til að fá út úr tryggingunum? Þetta er bara til þess að koma sér út sem enga fjárfestir og kemur þér út úr Bláa lónina því að þú veist að það getur farið undir hraun og lífeyrissjóðurinn verist til í það að dekka þetta fólk í fjárfestingamálum sem kemur í veg fyrir það að lífeyrissjóðirnir sem eru sjóðir okkar eiga varveita fé okkar að þeir geti fjárfest eins og þeim finnst skynsamlegast sem að þýðir það að þeir fjárfesti töluverðan hluta af peningunum okkar í útlöndum. Mega það ekki og þess vegna eru þeir alltaf að leita að einhverjum tækifærum hér innanlands. Það er ekki bara eitthvað svindl og svílari. Þú veljið það Bláa lónið í eldgosinu. Nú ert þú að meina lífeyrissjóðirnir og svo treg fyrir ekki að lífeyrissjóðirnir hafi fjárfest keypt Bláa lónið. Keypt alveg, já, hellingar. En hvaða áhættu sækni er það? Já, segð þú mér. En mér langar kannski varandi eldgosið að við erum náttúrulega að sjá núna, hvað er þetta 8. eða 9. gósið í? Ég held að það sé 10. 10. gósið. 7. þessu ári. Já, og við erum að sjá það hegða sér öðru sér heldur en síðustu, það er að renna mjög hratt núna hraun þarna meðfram og yfir bílastæðin hjá Bláa lóninu. Sem við fáum að borga að lokum. Það verður eitthvað tími í það verður hægt að opna það aftur, en mér langar varðandi það sem er að gerast þarna, langar mig að nefna hlut sem er allt og lítið í umræðinni. Við erum rosalega duglega að tala um innviðina og hvað þetta er að hafa áhrif. Ég bý í Njarðvík og við vitum það að hraun er búið að renna núna yfir Njarðvíkur æðina sem betur fyrir var hann grafið niður í þessum tíma sem við höfum núna milli gosa. En það gæti farið allt heitt vatn þar og það er náttúrulega kalt úti og við vitum hvað það getur leitt af sér. En við horfum allt og mikið á þessa innviði, eitthvað sem við sjáum vera að brotna eða fara illa. En það sem hefur snert mig mest í þessu, ég hef verið mjög aktífur í þessum málum Grindavíkur, bæða því ég bý hérna á svæðinu en líka vegna þess að ég er sjálfboðaliði ennþá í björgunarsveitunum og hef verið að taka þátt í aðgerðunum. En það sem snerti mig samt mest af þessu öllu saman var að heyra það hvernig börnin frá Grindavík eru enn að upplifa áfallið og hvað við höfum verið allt of lítið að setja fjármagn og aðstoð í þessa sálrænu hluti sem tengjast þessu áfalli. Og það var á ráðstefnu sem að almannavarnir héldu fyrir nokkrum vikum síðan. Þá kom þar fulltrúi sem var að tala um þessi sálrænu áhrif og hún notaði svo gott orð, hún sagði ef eitthvað brotnar, rafmagnslína eða vegir eða eitthvað, þá erum við alltaf tilbúinist að peningi að laga það, en þegar það er eitthvað svona sem við sjáum ekki eins og geðheilbrigði barnanna, þá er rosalega erfitt að biðja um pening í það. En þetta er nú bara alveg sama eins og með náttúruna og almenning. Þarna eru bara peningarnir að tala eins og þeir gera ævinlega.
og það hefur verið að hlusta á einmitt fólki í Grindavík tala þess búið að segja sko hættið að segja hugur minn hjá Grindvíkingum. Þetta þetta sama og kvartaðum í Bandaríkjónum að allir samfélagsmiðlar urðu my thoughts and prayers with þessi og þessi. Við þurfum að tækla þessa hluti og við þurfum að vinna saman að því. Við höfum náð að gera ýmsa hluti saman þverpólitískt á þinginu en við þurfum að gera svo miklu meira til að styðja sérstaklega við þennan andlega þátt vegna þess að ef við gerum það ekki þá erum við að byggja upp vandamál sem verður svo miklu meira eftir örfa ár. Þetta er fallið líking samt að einhver sem þú varst að hafa eftir konunni, það er umlega þegar sko slitnar strengur, þegar talað í kvíða þegar einhver slitnar einhver strengur í geðinu og líka náttúrulega í náttúruna eins og þú segir. Þetta er líka þegar til dæmis í líffræðilegu, það er vistkerfin rofnar og kemst rof inn í vistkeðjurnar sko. Þetta er ekki svo ólíkt. Þá er það náttúrulega svo óafturkræft og óbáslega alvarlegar afleiðingar en það er einhvern veginn eins og við séum ekki búin að ná þessu. Þetta er ekki þessi sögn sem er við höfum, það er greinlega einhver annar sem er með dagskrárvaldið í umræðunni. Ég þori ekki að segja að hugum minn segja á Grindvíkingum. Ég þekki aðeins örlítið til í Grindavík á tilviljun en ég hugsa til þeirra og mér finnst þó það hafa gerst hér á landi að við séum samfélag. Menn hafa tekið sér saman að ganga til móts við Grindvíkinga að hjálpa þeim eins og mistóðast að einhverju leyti. Ég spyr mig að því, alveg örugglega rétt hjá þér, menn hafa gleymt þarna ákveðnum hlutum. Ég spyr mig líka að því, höfum við passað okkur á að einbeita okkur að því að hjálpa Grindvíkingum eða eru við að reyna að framlengja Grindavík? Ég veit að þetta er mjög erfið spurning og ég ætla ekki að fara að taka afstöðu hér í því en þegar hvort sem þetta nú 9. eða 10. gosið þegar það er komið og við vitum að gosin á Reykjanesskaga hér á 13. öld voru ekki áratugur heldur margir eða aldir að þá fann maður að spyrja sig að því hver á framtíðin að vera og ég öfunda ekkert fólkið í næstu vinstristjórn að þurfa í raun og veru að taka afstöðu til þess því að fyrir það síðar verður það að gerast. Ég tek undir að þetta er gríðarlegt áfall fyrir þetta fólk sem að lifði í þessu þétta samfélagi. Öll móðurætti mín er reyndar þaðan og ég upplýði öll mín jól sem barn þarna í Grindavík og þetta var alveg rosalega dramatískt þegar sprungunar er að koma og fara þarna í gegnum miðjan bæinn alveg við kirkjuna. Þetta fór alveg í gegnum hjarta bæjarins og nú eru þau á víð og dreif, sum í Njarðvík, mörg í Kópavogi og bara út allt. Það ætti þetta að vera þéttara stuðningsnet utan þetta fólk og að hjálpa þeim að aðlagast að nýju samfélagi og umhverfi og kannski halda einhverjum tengslum. En því miður er þetta líka bara almennt vandamál geðheilbrigði á landinu að snar versna sko og það verður að taka á því af raunverulegri festu og það þýðir að það þarf að fjármagna raunverulega úrræði fyrir fólk. Mér leiðist alveg rosalega ef ég fæ tækifærinu til þess að skjóta á viðreisn að halda því fram að þú getur verið með hægri hagstjórn og vinstri velferð. Það bara gengur einfaldlega ekki upp. Þeir eru fjarstættir og verður eiginlega að stilla þeim þetta. Þeir eru fjarstættir. Hvað segirðu? Þeir eru fjarstættir, ég er alveg sammála. Já, það er fjarstæða. Þú verður að fjármagna þetta raunverulega og til þess þá þarftu að auka skattheimtu einhvern veginn að laga hallann á ríkissjóð og fara í fjárfestingar. Mér leiðist og finnst ríkalegt að sjá Viðreisn vera að eigna sér þessa umræðu geðheilbrigðismál, þú veist. Það er einmitt thoughts and prayers, okkur er mjög sama, okkur er mjög annt geðheilbrigðismál, en við ætlum ekki að fjármagna þau og við ætlum bara að skera niður, við ætlum að hagræða og skera niður, sem mun auka áfram eymd fólks. Og málið það að við fjárfestum ekki í þessu núna, þá erum við að búa til öryrkja framtíðurinn. Og það er einhvern veginn þegar við, tímum ekki að eyða krónunum núna en vitum að það býr til 100 krónur í kostnað fyrir okkur seinna, það bara gengur ekki upp. En það eru samkvæmt svona sumum allavega slagorðum að þá er það ekki miðflokkurinn sem talar minni öfga eða er það framsóknarflokkurinn, já. Það er svona raunverulega það sem að þessi vinstri stjórn sem hér er að verða til eða svona náttúruverndar Já, þið eru öll í framboðina með ég ekki
Landvernd verður stór partur af þessari vinstri stjórn. Já. Nei, takk. Já, það er allavega verið hlusta á Landvernd og hérna öll náttúruverndarsamtök og ég og Mörður erum mjög aftarlega svona, þannig við erum kannski ekki í frambúðu svona, en við erum baklandið. Já, við erum svona bakland vinstri stjórnarinnar, en já, ég ætla bara að segja það er svo merkilegt að þetta sem að okkur finnst vera skynsamlegt, að það skuli sem sagt vera ákveðin áráður að það séu þá öfgar, það að huga geðheilsu, það er umverulega forgangsraða á nýjan hátt, að það sé einhver svona hræðileg róttækni. Þetta er sko, maður verður held ég sko fyrir hægri flokkunum að skýrt út að þetta er fjárfesting. Já, þú tekur upp bara orða, eins og kennar að gera líka. Það tók rosalega langan tíma að fá hægri flokkana til að skilja hvað nýsköpun gekk út. Svo loksins föttuður og þá notaður þetta sko í öðru hverju orði núna, notaður orði nýsköpun. Já, þegar þeir eru ekki að tala um sjálfbærni. Þeir eru ekki að tala um sjálfbærni en það var að því að þeir bara sáu það að hver króna sem var sett í sko hérna nýsköpun og hún var að skila sér tífalt tilbaka. En það er aðeins erfiðara að skýra út fyrir þeim að hver króna sem þú setur núna, hún dregur úr 10 eða 100 krónum í framtíðinni. Samt vilja þær alltaf minnka báknið og draga úr útgjöldum ríkisins, en þeir eru samt ekki til í að fjárfesta núna. En vinstriflokkarnir hafa gengið svolítið langt í að eiginlega gangast inn á forsendur þessar orðræðu hægri flokkarna og nýfrjálshyggjunar og það er líka svolítið svona spurning núna hvort þeir halda því áfram til þess að fólk skilji það, en líka kannski bara einmitt að reyna eins og þú segir Björg að vera kannski þá með aðeins fleiri pallborð þar sem að í framtíðinni næst í næstu kosningu. Já, hver á að borga þau? Já, hver á að borga þessi pall? Þetta verður allt bara gervigreind sem sér allar útsendingar og svona í framtíðinni. Það var þetta alþjóðleg þróun og nýfrjálshyggjan setti vinstri flokkana, setti jafnaðarmenn, félagshyggjumenn, sósíalista í varnarstöðu og menn bökkuðu hérna í 10-15 ár. Ég held að það sé búið. Frjálshyggjan bara gjaldþrota. Nú ert þú fótboltamaður, nú er ekki vörn hjá vinstrinu, heldur sókn. Nú er sókn. Og ég held að svo sókn hér á Íslandi byggist svolítið á því að Íslendingar eru almennt jafnaðarmenn. Þetta samfélag sem hjá okkur er þó jafnara, það er meiri jöfnuður á Íslandi en ég tala nú ekki Norðurlöndin, en í Vestur-Evrópu, ég tala ekki Bandaríkin og við erum þetta fámennt samfélag. Ég er ekki að gylla hérna fortíðina með því að hér á allt verið gott. Það var alltaf ákveðin yfirstétt sem hélt völdum og stjórnaði. En jafnaðar mennska á Íslandi er mjög algeng, mjög almenn og ég held að við eigum verulega möguleika núna á því að taka við umboði fólksins og búa til stjórn sem er knúin áfram af jafnaðarhyggju, félagshyggju, sósíalisma eða hvað við viljum kalla það hverju sinni. Mér finnst þið vera að tala um flokkapólitík. Nei, við þurfum að tala með málefni. Ég er að tala um hugmyndafræði. Félagshyggjan hugmyndafræðin sem að geta komið okkur á réttan farveg. Pólitík verður að vera power business. Það þýðir ekki, við getum ekki verið með tennurnar á hálsinum hver á öðrum hérna í þessari vinstri eða í þessari jafnaðar flóru. Við verðum að líka setja okkur við það. Það verður þið að gera sósíalistar ef þið komist inn til dæmis, sem verður þetta merkilegt að sjá. Að það verður ekki aðeins að búa ykkur til einhverja stefnu hinga og þanga, þetta verður líka að ímynda okkur hvar getum við slegið af, hvar getum við ná málamina við þessa á hina. Því að saga íslenskra vinstrihreyfingar er náttúrulega þetta. Menn hafa verið björn á barkanum hver á öðrum alveg hvað þetta er að ná og þess vegna verið að gefa hægri öflunum frjálst spil. Og stöku sinnum verið að málamiðla mjög mikið við Sjálfstæðisflokkin og það á við bæði að þá vinstri flokka sem hafa verið á þingi. En mér finnst svolítið skrítið samt að menn haldi að sósíalistar til dæmis kunni ekki að gera málamiðlanum þar sem að verkalýðsbaráttan er mjög mikið í tengslum við sósíalistaflokkin og þar eru nú öllum kjarasamningum sér nú stað samningar og málamiðlanir. Ég líka sagt að Samfylkingin er sko
málamiðlun. Fyrst málamiðlun, Alþýðuflokksins og Alþýðubandalagsins og Kvennalistans og Þjóðvaka og verkalýðshreyfingin var til árið 1916 með Alþýðuflokknum, með sem sé jafnaðarflokknum, þannig að vissulega eiga sósíalistar ákvæmna innkomum þar, því ekki að leina stuttu setna að sósíalistar séu verkalýðshreyfingin og við hinn séum eitthvað annan. Nú erum við gomma flokkum inn á þingi, alveg hellingur og maður veit ekki neitt eiginlega bara hver vinstri marga, menn tala einhverja miðju og alls konar, en svo þegar maður horfir á þetta, þá þetta bara núna voru þetta svona fræga fólkslistar og fólk var að flækjast á milli flokka og það rosalega erfitt að botna í þessu fyrir almenning. Svo hitti maður bara Jakob Frímann sem segir að flokkur fólksins og miðflokkurinn sé nú eiginlega bara alveg eins og sama stefna og eitthvað ekkert, ég veit bara ekkert það, en það sem ég sé er margir flokkar sem eru einhvern veginn allir alveg ótrúlega uppteknir af einhverjum málamiðlunum út í bæ við sérhagsmunina út í bæ. Já, upptakna sjálfum og það mikið. Það nefnilega svolítið annað. Og það önnur málamiðlun, heldur en málamiðlun flokka á milli. Já. Ef allir eru bara að hugsa að semja við einhverja sérhagsmuni, hvort sem það Kaupfélag Skagfirðinga eða Kristján Loftsson eða eitthvað enn annað eða erlend vindmyllufyrirtæki, við erum ekki búin að tala vindorkuna en þá þar sem eru nýtt svona sjókvía eldistæmi í mjög hraðri uppbyggingu og engin stefna til. Og hvernig fjandanum stendur á því. Því sem Fredrik Douglass sagði, að þú veist, valdi gefur ekkert eftir án kröfu, þú veist, ef við förum að mótmælum eða erum með kröfu og segjum, þú veist, við viljum þetta eða við viljum hitt. Við verðum að geta sagt við viljum þetta eða við leggjum niður störf eins og verkalýðshreyfingin gerði. Við kjósum þig ef þú gerir þetta og ef þú gerir það ekki þá hættu að styðja þig. En því miður það ómikið það stjórnmálamenn ná bara að keyra á lygin einhvern veginn og bara bulla sig í gegnum þetta eins og við séum Framsókn gera mjög mikið núna og það tekst því miður og það bara grundvallar vandamál. Ég bara segi það sem afi minn gamlega kendi mér sem stofnaði nú meðal annars Kommúnistaflokkinn og Sósíaldemókrataflokkinn þann eldri valdið spillir og það spillir ansi fljótt. Já, það gerir það, en flokkarnir eru alltaf margir fyrir Íslands samfélag að vera með 10 flokka, það gengur ekki. Sérstaklega vegna þess að þegar flokkarnir eru svona margir, að það verða margir flokkarnir litlir og þeir ná ekki í raun og veru burði. Og flokkur sem það er svolítið við erum að tala um atvinnufyrirtækin, við erum að tala um atvinnurekenda samtökin, við erum að tala um þessar stóru grúppur með skrifstofur þar sem að vinna tugir manna. Og allir í kosningabaráttu núna. Á þessum flokkum sem ég þekki, þar vinna í mestalagi 5, 6, 1, 2 og svo framvegis og peningarnir sem inn koma, þeir fara strax í kosningar og það litla sem verður eftir þegar kosningarnir eru búnar eða þegar búið að safna upp í kosningarnir að það fer í bara venjuleg flokkstarf. Við erum ofsalega veik og fá og smá og án þess að ég ætlum að fara að samina flokka að þá er þetta galli sem að þarf að kíkja á. Það getur gerst með, það er ekki endilega samina flokka, það getur gerst með samstarfi flokka ákveðna hluti. Þetta er nú minna ruglingslegt í nágrannalöndum þar sem er rauð blokk og blá blokk. Já, það er það. En það er svolítið að vera til núna. Ólafur Hrafn Harðarson segir okkur það og sagði okkur það meðal annars á Stöð 2 í kvöld að Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn eru þessi 30% saman og hreyfingarnar undanfarið á milli þeirra, við sjáum annan hækka, innlækka og svo framvegis, eru á milli þeirra. En það er ótrúlegt að horfa á Miðflokkinn vera komin upp í 15-16%. Þeir voru með 2 þingmenn á síðasta kjörtímabili sem að sáust falli í þinginu. Ef einhver skoðar fjarvistaskrár og hversu marga ræður og hversu marga nefndafundi og allt þetta, þeir varla sáust á þinginu. Núna koma þeir og segja við ætlum að selja Íslandsbanka og gefa þér 450.000 og allt í einu bara 10% auka fylgi. Já, þannig er pólitíkin. En það jákvæða við það að miðflokkurinn við það ástand sem við erum í núna með áa miðflokk er það að Sjálfstæðisflokkurinn er sem sögulega lágur. Og ef þetta verður, ef eitthvað er líkingu við þetta verða úrslitin í kosningunum, að þá verður þetta mjög merkilega kosningar. Þá verður mann eftir að hugsa tilbaka til þessara kosninga. Þessi frægi burðarflokkur, þessi stóri hægri flokkur
flokkur sem hefur stjórnað samfélaginu hérna í marga áratugi í raun og veru, þó að aðrir hafi komist örlítið á milli, að hann er sem sé að dala. Hann að fara eitthvað, hann ekki bara hrokkin í þrennt? En þá skiptir þetta mjög miklu máli hvernig hinir flokkarnir, og sérstaklega þeir flokkar sem ætla sér að mynda mótpól við við Sjálfstæðisflokkin, hvernig þeir haga sér. Og þeir þurfa, og þá segir ég bara enn og aftur, ekki láta persónudeilur, stolt, dramb, flokkarík eyðileggja þetta. Við verðum að halda saman hérna í stjórn eða líka, það er líka til fleiri aðferðir en það að flokkar lími sér saman í stjórn. Svo aðferð er líka til að flokkar geti verið stuðningsflokkar, að flokkar styðji ákveðin mál gegn því að fá samráð við stjórnarflokkana sem framvegis. Og ég held að þið í flokkanum sem verða að berjast í 5% og náið kannski 3 eða 4 eða 5 og verði hugsanlega ekki með í stjórn, að þið er að reyna að ná slíkum samningum við stjórn sem við getum kallað vinstri stjórn, en ekki að fara beint í stjórnaranstöðu að því þið voru skildir eftir eða. Ég tek undir og sérstaklega, þú veist, ef við fáum í gegn raunhæfar aðgerðir í húsnæðismálum og í ríkisfjármálunum og velferðinni, og það bara verður að gerast eitthvað þar, eitthvað stórt, þú veist, ég meina, félagslegt húsnæði á Íslandi er 3%. Það er bara galið lágt, sko. Við verðum að vera með eitthvað félagslegan óhagnaðardrifinn grunn á húsnæðiskerfinu svo það geti hentað okkur, fólkinu í landinu, og ég veit að sósíalistaflokkurinn mun að öllum líkindum setja það alveg allra efst á oddinn. Ég ræði það nefnilega seinna í þættinum, sko. Þá er ég með fulltrúa flokkana og var líka að ræða það í gær og einmitt þetta hvað er sláandi, hvað Íslendingar hafa eiginlega bara, hvað þessi húsnæðismarkaður er bara talandi vildaverstrið í sko bara byggðaþróun og náttúruvernd og öðru, sko, þá er það alltaf líka í húsnæðismálunum. Þannig að það er svona svolítið tímamót virðist vera, og þannig gott að þú nefndir afaðinn og það er svona, það er rautt, eldrautt blóð í æðum. En sko, minn var sko þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Það var fjólublár. Nákvæmlega. Pírati. Heyrðu, ég núna verðum við að hætta, má ég spyrja ykkur bara rétt, svo hvernig ætlið þið ætlið að fara í mörg pallborð þangað til kosningarnar skella á eftir rúma viku? Hvernig ætlið að reyna að vinna landið? Sko, ég ætla bara aðalega að halda eitt pallborð og það er á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Sko. Og gaman að geta komið að því hér og ég vona að komi margir þangað. Og hvar er það? Hlusti. Og það er í sali íslenskrar erfðagreiningar. Klukkan? Milli 2 og 4 á laugardaginn, og þar verða líka ungir umhverfisinnar með einkunnagjöfina sína sem þeir eru alltaf með fyrir hverja kosningar. Flott. Það sem að flokkarnir fá stig. Ég man að miðflokkurinn fekk 1 stig síðast og vildi skila því. Tók því nærri sér, já. Já, og Sjálfstæðisflokkurinn Nei, það stóð mikið, sko. Fekk ekki Sjálfstæðisflokkurinn 3? Já, þeir heimtuðu endurskoðun og fengu þá 15. Já, þetta verður allavega vonandi mjög spennandi. Já, við erum allavega mjög spennt. Við Pírata vorum hæsti í þessu síðast, þannig að það verður gaman að sjá hvar við höldum okkur núna. Flott. En þú spurður pallborðin. Það er, ég er í öðru sæti í Suðvestur, þannig að flesta pallborðunum fara oftast til þess sem er í fyrsta sæti. En ég eiginlega hef mest gaman af þeim svona atburðum sem við gerum þar sem við erum að hitta fólkið, ekki endilega þessi pallborð. Þetta er búið að vera mjög gaman að því við höfum haft góðan og mikinn tíma og við erum ekki 10 í röð sem þurfum að bíða þá til að búið að fara fram og tilbaka. Það sem að, þú veist, ég var í pallborðinu í RÚV fyrir Suðvesturkjördæmið og þú veist, það var komið að mér að tala húsnæðismálin, ég meina það var búið, heilbrigðismálin, það var búið að nefna allt. Ég bara sagði, þú veist, já, ég er sammála öllu sem hefur verið sagt, pluss, við viljum fá umboðsmann sjúklinga, það er eitthvað sem er svona sér hjá okkur. Þannig að ég hlakka bara mikið til að hitta fólk, sérstaklega unga fólkið. Mér hefur finnst það mjög gaman verið að fara í menntaskólana og við talum ekki það var kosningafundur barna sem að umboðsmaður barna hélt í gær. Það var virkilega gaman. Það var krakka sem er ekki einu sinni komið með kosningarétt að vera að spyrja okkur erfiða spurninga.
Það er gaman. Það er ungt fólk sem búið að biðja að fá að koma hérna að Rauðaborðinu næstu viku af því að þau eru svo pirruð á öllum þessum vitleysiskák sem þeim boðið upp á TikTok og svona. Þau vilja bara fá málefnilega umræðu. Þannig að ég hlakka alltaf til að heyra líka. Hvað segir þú, Mörður? Já, ég hlakka mikið til að fara í pallborð sem ég er vissum að verða haldinn með okkur sem með næst síðustu sætin á pallborðlistu. Við höfum margt málum að leggja og þó að við verðum náum kannski í kjúri þá getum við gefið góð ráð og verið bara til almenns fagnaðar. Hókin á reynslu. Þú Karl-Íðin, þú ert nú í öðru sæti. Og við farið í nokkur mikið í menntaskólana einmitt sem er mjög gaman. Það er mjög gaman að tala við yngra fólki og heyra hvað þeim liggur á hjarta. Við höfum fengið yfirlega mjög góðar undirtektir hjá unga fólkinu. Það er meiri félagshyggja hjá unga fólkinu. Kannski opnari hugur fyrir því og þeirra upplifun bara af lífinu svona bendið þeim á það að það þarf eitthvað mikið að breytast. Og mér hlakkar rosalega til pallborðsins hjá Landvernd. Já, þú verður í því. Ég verð þar, já. Já, flott. Við mætum, þá verðum við hittust við aftur kannski. Ég verð með Grindvíkingum í sérstökum pallborði eða sérstökum viðburði sem þau verða með. Sem verður ekki hægt að halda í Grindavík. Það verður ekki haldið í Grindavík, það verður víst haldið í Garðinum. Og við vonum að þú þurfur ekki mikið að vera í björgunarsveitinni. Nei, það er bara einstakar sinni sem þurfa á risaðilónum að halda. En ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna í skemmtilega og snarpa umræðu og einmitt við náðum ekki að neitt að tala um vindmyllurnar en ég held að lógíkin, ég held að þið hafi nú alveg komið inn á ákveðin svona ákveðna lógík sem að við getum millifært yfir á önnur málefni. Algjörlega. Það er Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar, Karl Héðinn Kristjánsson, frambjóðandi fyrir sósíalista, Gísli Rafn Ólafsson, frambjóðandi fyrir Pírata og Mörður Árnason, frambjóðandi fyrir Samfylkinguna. Kæra þakki fyrir og hlustendum og áhorfundum þakka ég kærlega fyrir að vera með okkur, hlusta og hugsa sitt og svara og taka þátt í samræðinni og grípa fram í eins og við vorum ég sagði upp að við mættum grípa fram í líka. Við verðum svolítið að grípa fram í og tala þetta svolítið í hringi. Spóla þetta svolítið upp. Ég þakka Laufey Líndal og Pétur Fjellsteð fyrir að keyra okkur út í háloftin og bið ykkur hlustendur að fara ekki langt því að við tökum bara smá fríminútur og höldum svo alveg fullu blasti áfram hérna í samræðinu. Það eru margar samræður eftir í kvöld við Rauðaborðið. Takk fyrir. Allir þættir Samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það er komin tími til að breyta Alþingi. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið verði afmarkasvætt. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.